Velkomin á 594. fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar, haldinn í fundsal Breiðumark 20, fimmtudaginn 12. júní 2025 17. Fundinn sitja Halldór Benjamín Hreinsson, Sandra Sigurðardóttir, Jörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Friðrik Sigurðsson, Sigmar Karlsson, Pétur G. Markan og Íris Bjarnadóttir sem nýtilda fundingu. Einhverjar athugasemdir við fundarboð? Það er engar, þá sitjum við fundinn og hefjum dagskrá og fyrsti dagskrárliður fundargerð bæjarráðs frá 15. maí 2005 og þar afgreiða sérstaklega liði 4, 9, 11, 12 og 13. Liður 4, það er bréf frá Sigurhæðum frá 10. desember 2024 sem afgreiða sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að styrkja Sigurhæðir sömu fjárhæð og síðasta ári af krónu 1.345.437 krónur. Orðið engin þessi hljóðs. Það byrjar upp til samþykkar. Það er liður 9, opna tilboði í verk aðveiturlög vatnsveitu Árhólma sem afgreiða sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að taka tilboði lagsbjóðanda, aðalleiðar EFF í verkið, aðveiturlög vatnsveitu Árhólma sem er 89,5% kostnaðaráætlun verksins enda uppfylli bjóðandi öll skilyrði útboðsgagna um norðurljós. Engin þessi hljóðs og byrjar upp til samþykkar til samþykkja merki. Það er samþykkt samhljóð. Þá liður 11, það er tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun 2025 sem er afgreidd sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir viðauka að upp á 4 milljónir við fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar 2025 vegna launa fyrir sundlaugina í Laugarskafi og að hann verði fjármagnaður og hann verði fyrir norðurlaust. Engin þessi hljóðs, það byrjar upp til samþykkar til samþykkja merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá liður 12, samningur eignarnám 2020 sem er afgreidd sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki samninginn eignarnám á 2020. Orðið engin þessi hljóðs og byrjar upp til samþykkar merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 13, persónuverndastefna Hveragerðisbæjar sem er afgreidd sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki persónuverndastefnu Hveragerðisbæjar en orðið engin þessi hljóðs. Þá byrjar þennan liður til samþykkar sem samþykkja merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er fundargerðin öðru leyti til umræðu. Þessi hljóð. Ef ekki, þá byrjar fundargerð upp til staðfestingar sem staðfestar fundargerð gefa merki. Það er staðfest samhljóð. Þá liður 2, fundargerð bæjarráðs 5. júní 2025. Það er liðir sem það afgreiða sérstaklega, liður 8, 10, 11, 13, 14, 15 og 16. Byrjum á lið 8, það er gott að eldast, samningur Hveragerðisbæjar við Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Ás hjúkrunarheimili sem það afgreiða sérstaklega. Við erum hérna með sameiginlega bókun sem hljóðar þannig. Bæjarstjórn fagnar að koma sér samningur í Hveragerðisbæjar, Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Ás hjúkrunarheimili samþættingu og öldrunarþjónustu í bæjarfélaginu. Markmið samkomulagsins er að efla þjónustu, fagstyrkja utanumhald, matskerfi og einfalda aðgengi þjónustu þegar að þessari þjónustu. Norðurlaust. Þá er lagt til að bæjarstjórn samþykki samning Hveragerðisbæjar við Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Ás hjúkrunarheimili vegna gott að eldast verkefnisins. Þessum samþykkja merki. Það er samþykkt samhljóð. Þá er liður 10. Verkkönnun í málmflutningsvinnu fyrir Hveragerðisbæ sem afgreiða sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að semja við lagsbjóðanda málmflutningsstöðvarnar EFF málmflutningsvinnu fyrir Hveragerðisbæ en fyrirtækið bauð 14.435.000 í verkið. Orðið engin þessi hljóð sem byrjar upp til samþykkar þessi samþykkja merki. Það er samþykkt samhljóð. Þá er liður 11. Skorphreinsunarstöð forhönnun fráveiturráðgjöf. Það er afgreitt sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir verkefni COVI er varðar forhönnun og uppfærslu á skorphreinsunarstöð Hveragerðisbæjar en orðið á ég ekki bara að koma að þessu öllskjöldu og fara í gegnum með leyfi forseta. Bæjarstjórn, forseti, aðrir góðir tilheyrendur. Þetta er náttúrulega bara liður í verkefni sem við fórum í sameiningu á janúar 24 ef ég man rétt og
nú komið að svokallari forhönnun og þarna verið að tala 50 milljóna króna verkþátt. Það hefur verið umræða í raun og veru skyldur og ábyrgðir sveitarfélagsins eða bæjarfélagsins í þessum efnum. En það má líta svo á að þetta verkefni sé og heyri undir ákvæði í lögum opinber innkaup þegar að sérstakar ástæður mæla til fyrir annað. Þannig að ég held að þetta bara ansi sérstakt og sérstakt verkefni sem við erum með núna eins og við þekkjum vel og höfum fengið reglulega kynningu á. Þannig að ég held að við séum einfaldlega á þeim stað sem að í raun og veru einn í boði, það bara, má segja það. En hins vegar held ég að það sé mjög mikilvægt að fylgja verkefninu eftir þannig að þó svo að við séum að tala þarna 50 milljónir og þá fylgjum við náttúrulega eftir framvindunni og annað og reikningunum og þannig að við höldum bæjarráð og bæjarstjórn upplýstum með gangmálum. Þessar getur verið að ljós. Engin hvers ljós að þeir verið snett upp í samþykktar. Samþykki merki, samþykki samhliða. Aðliði 13. Kauptilboð, Grundunga 13. 13 í Hvergeri. Ákveðið sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi kauptilboð í Grundunga 13. 13 í Hvergeri. Það er ljóst. Engin hvers ljós að þeir verið samþykktar. Samþykki merki, samþykki samhliða. Liður 14. Afsal vegna lóðar og breiðunnar 26 í Hvergeri. Það er ákveðið sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir afsal lóðarinnar að breiðunnar 26 í Hvergeri. Það er ljóst. Engin hvers ljós að þeir eru til samþykktar. Samþykki merki, samþykki samhliða. Þá liður 15. Atvinnumálastefna hluta Árnessýslu 2005-2029 sem er ákveðið sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir atvinnumálastefnu hluta Árnessýslu 2005-2029. Það er ljóst. Forseti, já, mér langaði bara að koma aðeins inn á þennan lið vegna þess að núna klukkan 8 eftir verður atvinnustefna fyrir neðri hluta Árnessýslu kynnt á Glitniskamp-Selfossi klukkan 8. Þannig að ég ætla bara svona vekja athygli því og hvetja bæjarfólk til þess að koma og heyra kynninguna. Þetta er sameiginlegt með Sveitarfélaginu Árborg og Flóann. En öðru leyti bara fagna ég því að við séum saman í þessu verkefni af því að þetta er auðvitað mikilvægt fyrir okkur að móta þetta og taka þátt í þessu sameiginlega verkefni og svo gefst okkur tækifæri til þess að vinna svolítið betur með þetta og út frá okkar hagsmunum hér á Hvergisbæ og svona, já, aðlaga þetta að okkur. En já, takk fyrir. Jú, takk fyrir. Takk fyrir, forseti. Já, mér langar eiginlega að taka undir þetta. Ég bara fagna virkilega þessari stefnu og ég vil fagna þessu samstarfi á milli þessara 3 sveitarfélaga og þessara greiningarvinnur sem hefur átt sér stað. Þarna sjáum við virkilega við höfum öll haft tilfinningu fyrir því hvaða störf þetta eru sem okkur vantar hér. Þarna er þetta svolítið svart og hvítu og verður það hægt að setja svona fókusinn á þetta. Við sjáum sérfræðistörf og það er spurning hvort við getum ekki átt meira samtal við ríkið að fá fleiri störf hérna yfir heiðina og annað og tækifæri í nýsköpun og öllu þessu. Þannig að mér finnst bara frábært að það sé búið svona að meitla þetta niður. Þetta er komið niður á blað og þá er þetta svolítið að fyrir að vinna eftir þessu. En bara takk fyrir. Takk fyrir það var ljóst. Fleiri hversu ljós að byrja dullu samþykktar til samþykki merki. Það er samþykkt samhliða. Þá liður 16. Bílastæði við áhuga sem er ákveðið sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir hækkun gjaldskrár í samræmi við tillögu í minnisblaði skrifstofustjóra með eftirfarandi hætti. Tímagjald frá 0 til 30 mínútur verður gjaldfrjáls þegar 0 krónur og tími frá 30 til 60 mínútur verður 300 krónur og allt umfram 60 mínútur verður 1000 krónur. Norðurljós. Engin hversu ljós og þeir til samþykktar sem er samþykki merki, það er samþykkt samhliða. Þá er að fundargerðir til umræðu öðru leyti. Hversu velmörður. Forseti, ég langar bara að vekja athygli á öðrum dagskrárlið í fundargerðinni sem er bréf frá innviðaráðuneytinu sem innviðaráðuneytið vekur athygli á að í samráðsgátt séu 2 máli varði sveitarfélögin og bæjarráð samþykktir að bókum annað máli, áform við lagabreytingu. Ég bara fagna því að það sé verið að skoða þessi mál en þarna
í því máli er að sem sagt, svo ég komi sér nú rétt út úr mér, að vera að skoða nærsamfélög þar sem eru orkumannvirki og ná yfir fleiri en eitt sveitarfélag, að þessi nærsamfélög njóti ávinningsins af orkumannvirkjum. Og ég held að sé eitt skýrasta dæmið hér í Hveragerði og Ölfusi, sem eru með stórt orkumannvirki sem Hellisheiðarvirkjun. Áhrifin hafa verið mest hér í Hveragerði en ávinningurinn í raun og veru enginn. Þannig að það er ætlunin hjá stjórnvöldum að breyta þessu þannig að það renni allavega einhver ávinningur til nærsamfélaganna. Nærsamfélag Hellisheiðarvirkjun eru auðvitað Hveragerði og Ölfusveit hér í kring að mestu leyti. Takk fyrir þetta orðið lust. Forseti. Mér langaði bara svona örstutt varðandi báðar þessar fundargerðir bæjarráðs. Að nefna bara að það er ótrúlega ánægjulegt að sjá hvað er mikill og góður framgangur í þeim verkefnum sem við erum með í vinstri hjá bænum. Og þau gleðiskref voru tekin á Óskalandi í vikunni að strákurinn minn ásamt öðrum börnum sem að bæði voru á hans deild inn á Óskalandi og sömuleiðis börn sem hafa verið hérna í Bungubrekku tímabundið. Þau hafa í rauninni komið sér fyrir inn á nýjum deildum inn á nýrri viðbyggingu Óskalands og það virðist vera mikil ánægja með bæði rýmin og umhverfið. Það er enn unnið að því að klára lokaða fráganga á lóðinni og verður enn skemmtilegra þegar hún kemst hérna því ég veit að krakkarnir eru mjög spenntir en það er mjög ævintýralega að horfa á. Og svo sömuleiðis langaði mig líka að benda á að það er hér á dagskrá í seinni fundargerðinni undir lið 12 samningur um uppnám fyrir 120 og það hafa einhverjar veltaði fyrir sig hvort að það þyrfti mögulega að taka sérstaklega fyrir hér í dag en við mátum það sem svo að það þyrfti ekki af því að í rauninni samningurinn samþykktur í fundargerðinni undan hjá bæjarráði og næstu skref þarna eru þá að óska eftir umsögn frá Skipulagsstofnun áður en tökum þetta aftur formlega fyrir hér. Og svo lokum þá langaði mig að nefna að þetta var síðasti fundurinn minn sem formaður bæjarráðs í Bili og bara hefur verið ákaflega ánægjulegt samstarfið þar og ég bara hlakka til að ganga inn í næsta starfsár okkur hérna í bæjarráði sem varaformaður og fá hérna fulltrúa frá Framsókn inn í formann í þessi stað. Bara takk hérlega fyrir. Takk fyrir þetta, Benni. Forseti, já, það er hérna einn mála í fundargerðinni sem ég hef persónulega svolítið áhuga fyrir sem langaði að vekja máls á. Það er liður 17 sem fjallar leiksvæði í Hveragerði. Það sem hefur óskarinn eftir minnisblaði, bæjarráð óskar eftir minnisblaði, það sem hefur verið að taka saman svona kannski, getur við sagt, ákveðna þarfagreiningu og stöðu mála á leiksvæðum og ég fagna því og mér finnst bara gott að þessi hefur verið að skoða þessi mál. Ég held sko að talandi sem mikill stórum notandi á leiksvæðum Hveragerðisbæjar þá hefur mér fundist vera svona ábótavant viðhald og svona halda utan svæðin sem nú þegar eru til staðar og ég myndi segja að við ættum að forgangsraða þannig að við ættum að byrja þar að reyna að skoða, það eru mörg góð svæði hér. Ég get nefnt hérna Hólaróló og Arnarheiðaróló og svona rótgróin svæði sem að hafa ekki fengið viðhald að mínu viti og eru oft á tíðum bara svolítið ósnyrtilegt og ósmekklegt. Við getum gert betur þarna og við ættum að byrja þar áður við þurfum kannski í dýra hönnun á nýjum svæðum og það sé vissulega spennandi líka. Takk fyrir þetta sem var óvinningar. Forseti? Já, bara takk fyrir að vekja máls á þessu skemmtilega málefni en þetta er einmitt mér hjartans mál sem leiðis. Við í rauninni síðasta sumar tókum fyrir í bæjarráði svona margþætta beiðni samantekt á bæði næstu skrefum uppbyggingu á nýjum svæðum og sömuleiðis samantekt á ástandi núverandi leiksvæða
og hvað þyrfti að ráðast í framhaldinu og forgangsröðun og svo framvegis. Og það er í rauninni hluti af því sem er hérna undir. Það sem er nefnt þarna í bókuninni sem er lögð fram á vegum bæjarráðs á þessum nýjasta fundi að þar eru tekin upp í dæmaskyni ákveðin dæmi og þar eru helst nefnd svona ný svæði eða eitthvað sem kannski maður býst við að fólk sjá mestan mun á. En það hefur alveg verið augljóst bara á minni hálfu sem stórnotandi leiksvæða hérna í Hveragerði með strákinn minn að það hefur verið unnið statt og stöðugt að því að bæta úr aðstöðu á þeim svæðum sem eru nú þegar til staðar og það er unnið eftir minnisblaði sem var lagt fram í bæjarráði síðasta sumar þar sem starfsmaður sem sér þetta á vegum Hveragerðisbæjar tók saman þau atriði sem þarf að leggja helst áherslu á og hún hefur verið að forgangsraða í samráði við aðra starfsmenn bæjarins bara hvernig fjármunum bæjarins er ráðstafað í þessa þágu og það er bara, ég get alveg tekið undir það að þetta er ekki síður jafn áríðandi og að björnir klára þau svæði sem eru skipulögð og hafa ekki verið sett í farveg. Þannig að ég bara hlakka til að sjá hvað við fáum að sjá á minnisblaðinu sem kemur fyrir bæjarráð hvað þetta verður líka. Takk. Takk, þetta er Friðrik Svell. Já, forseti. Fyrst að það var nú komið aðeins inn á gang mála varðandi framkvæmdir í Hveragerði þá ræddum við það aðeins á bæjarráðsfundi og það er ánægjulegt að leikskólinn sé loks að opna þessar deildir því að það átti að opna upphaflega í september í fyrra þessar deildir. En það gæfi spor að taka Hrafnshól úr þessu mengi og fá annan verktaka í samstarfi við EIK til að klára það. Það hefði nú ekki komið fyrir nema með tillögu okkar á B-listanum að opna bráðabirgðadeild á leikskólanum Bungubrekku og það hefði náttúrulega lengst enn meira í að börn kemst inn á leikskólanum. En það er samt fleiri framkvæmdir sem er ekki að standast áætlun eins og til dæmis útisvæði við leikskólann sem átti að skila af sér 15. maí þrátt fyrir gott veðurfar í vetur. Gervigrasvöllurinn, hann átti að vera tilbúinn núna í júní en nú er komin ný tímaáætlun eða stendur á spjaldi hérna við gervigrasvöllinn upp í dal en hann er tilbúinn í haust. Og sama með að íþróttahúsið er núna að vera komið meira en mánuð eftir áætlun. Þannig að ef það þarf að halda svolítið þétt á stöðunum núna og fylgja vel eftir þessum framkvæmdum þannig að þetta allan standist áætlanir og sérstaklega eins og fyrir knattspyrnuna með gervigrasvöllinn að hann verði þá tilbúinn í haust. Bara vekja máls á þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Friðrik. Sandvík. Forseti. Mér langar bara aðeins að bregðast við. Ég get heldur bara fullyrta og sagt bara fullum fetum að hér hefur starfsfólki innanhús í ráðhúsi Hveragerðisbæjar látið hendur standa fram bræðum, svo það sé alveg sagt. Það hefur staðið pliktan hér nóg dag og haldið í við verktaka og annað þannig að það komu auðvitað alls konar upp á leiðinni hvað verktaka varðar og þegar það er verið að brjóta verkefninu upp þar sem er ekki alútboð að ræða að þá verður þetta auðvitað flókið með framkvæmdir þegar það er ekki alútboð. En ég ætla bara að segja að langar bara aðeins að bregðast við þessari setningu sem ég hjá eftir hjá bæjarfulltrúa Friðriki að halda vel spöðunum. Það hefur svo sannarlega verið hér starfsfólk á bæjarskrifstofunni og bæjarstarfsmenn sem hafa gert það. Takk. Takk. Friðrik Trausti Hljóðs. Ef svo er ekki þá byrja ég fram til staðfestingar þessi staðið framkvæmdu merking. Þá liðið 3, fundargerð öldungaráðs frá 5. maí 2025 til umræðu. Ég er svo venjulegur. Forseti. Ég ætla bara aðeins að koma inn á ágætt erindi sem hann barst til öldungaráðs sem er í fjórða dagskrárlið fundargerð öldungaráðs. Sem er erindi frá íbúa Hveragerðis, Hólmfríði Árnadóttur, þar sem hún er bara mjög góðar ábendingar ýmislegt varðar málefni eldri borgara hér í Hveragerði. Það sem að ég held að sé mikilvægt fyrir okkur að taka svona inn í okkar vinnu
í þessum málaflokki. Já, ég vil bara svona vekja athygli á þessu og að við séum svona meðvituð þetta og tökum þetta inn í vinnunni. Takk fyrir þetta megin sem að svo reiknum við að byrja fundingur upp til staðfestingar. Fyrir staðfestingar Liður 4, fundargerð velferðar og fræðslunefndar frá 12. maí 2025. Engin fyrir sem ljós, byrjum til staðfestingar. Staðfestingar merki, samfélag. Liður 5, fundargerð velferðar og fræðslunefndar frá 3. júní 2025. Umræðu. Engin fyrir sem ljós, byrjum til staðfestingar. Samfélag. Liður 6, fundargerð skólanefndar frá 12. maí 2025. Umræðu. Engin fyrir sem ljós, byrjum til staðfestingar. Merki, samfélag. Liður 7, fundargerð menningar, atvinnu og markaðsnefndar frá 28. maí 2025. Það þarf afgreiða liði 1, 5 og 8 sérstaklega og liður 1 atvinnumálastefnu neðri hluta ársins 2020-2029 sem bæðisjóð framkvæmdi sérstaklega og samþykkti atvinnumálastefnu neðri hluta ársins 2020-2029 undir lið 2 á dagskrá fundar í fundargerð bæjarráðs 5. júní 2025. Það er liður 5 sem þarf að afgreiða sérstaklega bílastæði áhrifna en bæjarstjórn afgreiddi svona lið sérstaklega og samþykkti hækkun gjalds og bílastæða við áhrifna undir lið 2 á dagskrá fundar í fundargerð bæjarráðs 5. júní 2025. Liður 8 sem þarf að afgreiða sérstaklega. Já, ertu bara að fara yfir liðina? Já, ég er að því við vorum en orðalaust eftir fundargerðina. Já, því mér fannst eins og 5 væri svona aðeins meira heldur en bara gjaldskrán. Já. Það verður bara útvistunarverkefna og hvernig. Bara með umræðum. Já, ég skal opna umræðina fyrir því. Skuld ekki að það, skuldafast. Já, það er liður 8. Opnartími bókasafns Hvergisbæðarsumur 2002 sem afgreiða sérstaklega. Lagt til að bæjarstjórn samþykki breytingu opnartíma bókasafns Hvergisbæðarsumur í samræmi við tillögur forstöðumann bókasafns þannig að afgreiðslutími bókasafnsins verður frá 1. júní til ágústloka verði mánudag til föstudaga klukkan 12 til 18 og lokað verður laugardögum. Já, aðeins. Já, það er kannski bara svona, ég held að sé ágætt í þessu samhengi að ég er svolítið síðan að ég er svona að velta fyrir mér aðeins rekstri og opnunartímum bókasafnsins í Hveragerði og þessi breyting á opnunartímum og gerum náttúrulega til vegna munna og vanda sem að er ekki gott. En sko þegar ég laðist í smá rannsóknarvinnu varðandi bókasafn og mér taldi spila að bókasafni í Hveragerði er með einn besta opnunartíma á landinu sem að kannski er gott en ég veit samt ekki alveg. Ég held við ættum að velta því fyrir okkur sko hvort það sé tækifæri til einhverja hagræðinga þarna. Þannig að það er venjulega kringstæðina þó til 6:30 og líka helgar. Við öðrum sambarinu og sveitarfélögum er þetta ekki svona við veit ekki að Hveragerðingar séu svona mikil lestarhestar eða hvað. En ég held að sé að minnstu hvort það tækifæri til þess að skoða þetta, hvort það sé hægt að búa til einhverja hagræðingu þarna fyrir sveitarfélagið. Af því að íbúar eru líka, ég sjálfur nota bókasafn, maður aðlagar sig bara að þeim opnunartíma sem er sko. Þannig að það er bara þannig. Þetta sem að standa ekki svo vel. Bara mjög hjálpa frá Sigmari og bara svona til upplýsinga þá hefur þetta aðeins komið til umræðu og þá innan mannefndarinnar að svona í samtölum svona óformlega að skoða það opnunartímann hjá bókasafninu og skoða bara í rauninni tölur. Bara svipað eins og við gerum við sundlaugina fyrir heimsóknartíðinni og svo framvegis. Þannig við séum að marka svolítið upp hver notkun er raunverulega, er þörf á þessari opnun. Getum við einhvern veginn nýtt bókasafnið betur eða með öðrum hætti. Þannig að þessi umræða hefur líka komið upp þá með notkunina og er hægt að útvíkla eitthvað þjónustu við bæjarbúa, ekki bara hvað bókasafnið varðar af því að bókasafnin eru misjöfn eins og þau eru mörg og
og sveitarfélögin bjóða upp á ýmiss konar þjónustu þarna, hvort sem það er verið að leigja út bökunarmót eða hvað það helst, saumavélar hefur maður séð og svo framvegis. Þannig að bara mjög góð punktur og bara við tökum þetta fyrir í mannefndinni að óska eftir frá forstöðumanni bara tölum. Nokkuð, takk. Opnaðu dag. Já. Forseti, já, það er gaman að heyra þetta, þegar ég held ekki, starfsemi bókasafna víða veröld er bara að breytast töluvert mikið. Þetta eru orðnar hálfgerðar menningarmiðstöðvar og ég held að við þurfum kannski að fara að skoða það hvort þessi komið tími til að velta fyrir okkur einhvers konar öðruvísi rekstri á þessu mögulega sem að felur í sér hagræðingu og eitthvað sem að nýtist fleirum heldur bara þeir sem eru að lesa bækur. Bara ég fagna því að þetta sé eitthvað sem er til skoðun. Takk fyrir það sem er. Forseti, það var ekki lengi að umræða en ég vil bara taka upp það sem kom fram hérna hjá Sigmari. Þegar ég sitt í bókasafnaráði fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga og þetta var varaformál. Bókasafnaráð hefur það meginhlutverk að móta bókasafnastefnu fyrir bókasafna í landinu og að úthluta úr bókasafnasjóði. Og þar koma umsóknir og þetta er gert einu sinni á ári og maður sér alveg hvernig bókasöfnin eru einmitt svona, þau hafa breyst, starfsemi bókasafna hefur breyst, en lögin ekki. Lögin segja í raun og veru bara að bókasöfnin eigi að efla læsi, veita aðgang að upplýsingum og slíku, en ekki endilega þessi tilteknu menningarverkefni sem mörg þessara bókasafna eru að vinna nú þegar. Og í síðustu úthlutun hjá bókasafnaráði sem var núna bara í maí, þá nefndi nýr menningarráðherra að til stæði að breyta bókasafnalögum og ég vona að það verði einmitt þess átt. Það er rétt að líka hafa í huga að rekstur bókasafna er eina lögbundna stofnun eða menningarstofnun sem sveitarfélög eiga að reka. Sem er bara skylda að reka. Það er valkvægt að reka listasafn og héraðsskjalasafn og byggðasafn. Það er ekki valkvægt að reka bókasafn. Þannig að ég vona svona til þess að þessi umræða fari svolítið á flug meðal fagfólksins í þessu fagi bókasafnanna og líka þetta sveitarstjórnarfólks. Einmitt þessi punktur að þetta eru menningarmiðstöðvar og eru kannski meiri menningarmiðstöðvar, það eru samfélagsmiðstöðvar og tækifæri til þess að ýta meira undir það að þarna sé svona samkomustaður og átt að nýta það á ýmsan hátt hér í samfélagi. Forseti, já, ég er svona að reikna með við tækjum kannski aðeins meiri umræðu bílastæðagjöldin í Reykjadal sem að í bæjarráði samþykktum hærri gjaldskrá en þú fóru svona að lesa kannski betur þennan lið eitt sem að nefndin var að leggja til að væri farið uppvægt verð en við óbreytt innheimtu fyrirkomulag. Ég hefði samt viljað að við myndum taka umræðu það kannski hér eða inn á næsta bæjarráðsfundi það að fara í útboð á þessu því að það er augljóst að bílastæðasjóðurinn er að verða miklum tekjum. Það eru bílar sem þarna keyra inn og út af staðinum þess að greiða gjöldin og það er engin eftirfylgni eins og er orðið víða. Þar sem að bílar keyra inn á bílastæðin og svo út af þeim og svo kemur upp inn í heimabanka. En þessi eftirfylgni er ekki til staðar með því fyrirkomulagi sem er hjá okkur í dag. Þannig að eins og kemur fram hérna í þessari skýrslu að þar er bærinn að verða töluverðum tekjum með þessu núverandi fyrirkomulagi. Ég ætla því að henda því hér út og skemmtir umræðan hvort hér núna bæjarstjórnarfundi hvort að bæjarstjórn samþykki. Ég er ekki búinn að móta með textaðning en að það verði alltaf bæjarstjóra falið jafnvel að kanna aðra lausnir og fara þá í útboð á þessu. Takk fyrir þetta. Ég get alveg tekið undir það að klára að skoða þetta.
Ég held að það hefur komið einhver vinna hjá bæjarstjóra að skoða. En ég sem ekki það að fylgja þess. Vilja bæjarstjóra að skoða hana. Já. Það er betur næsta bæjarfundi. Já, bara ekki spurt. Gerðu Justur. Forseti, til skýringar á að ég er búinn að segja við forseta að ég ætla ekki að tala mikið. Hann er hissa alltaf hér eftir. En ég get ekki annað en komið hér upp og vakið máls á lið í fundargerð menningar atvinnu- og markaðsnefndar sem er þekkingarsetur og fjarvinnuklasa í Hveragerði og minnisblaðinu frá bæjarstjórn sem þar liggur. Hérna tel ég að sé mjög mikilvægt að ræða og gott að setja þetta á dagskrá og til umræðu í samfélaginu og líka í bæjarstjórn. Og þetta er, held ég, lykilatriði til dæmis í því markmiði ríkisins að færa störf út á land. Það séu svona fjarvinnuklasar í helst bara öllum þéttbýlisstöðum á landinu. Það er svona á Selfossi og ég sem ríkisstarfsmaður fékk boð að fara þangað og vinna mína vinnu, en hef aldrei nýtt mér það, vegna þess að ég fer aldrei austur, ég fer vestur og þá er alveg gott að fara bara alla leið á vinnustæðin. En ef að slíkur kjarni væri hér í Hveragerði, að þá myndi maður án ef að nýta það. Og ég vil nefna líka að á mínum vinnustað að þá er einn starfsmaður sem situr í Neskaupstað í svona fjarvinnuklasa þar og ríkið ákvað að styrkja slík störf og við sem vinnustafur fær styrk fyrir því til þess að greiða leiguna fyrir aðstöðuna og líka ferðir, hvort það sé 3-4 ferðir til Reykjavíkur á ári til þess að tengjast vinnustafinu líka og verkefnum. Þannig að fagnaði þetta sé komið á þennan stað til umræðu og vonandi munum við geta tekið eitthvað svona ákveðið skref í þessu og hér í minnisblaðinu kemur líka fram að það er áhugi hjá þeir sem hafa axlarreitin að koma upp eitthvað slíkt. Takk fyrir þetta. Pétur, já, segðu. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Aðeins að bara renna stuttlega yfir þau mál sem voru til umræðu á þessum mjög góða málfundi og kannski bara fyrst að segja frá því að ég hef tekið aðeins yfir hérna þessa nefnd eða umsjón með nefndinni í stuttan tíma í leyfi starfsmanna og Íris bæjarritari gerir þetta með mér og ég ætla bara að segja það fyrst að ég er mjög ánægður með þessu dagskrá og þetta var mjög hann var mjög drjúgur þessu fundur og það eru nokkur atriði sem við komum inn á sem er mjög mikilvægt að fylgja markvisst eftir. Njörður kom inn á þetta mál með þekkingarsetur og fjarvinnuklasa og ég hef sagt að ef það er eitthvað svona eitt sem vantar í Hveragerði, þá vantar ekkert í Hveragerði, hér er allt til alls og við eigum alveg einstakt bæjarfélag. En ef það er eitthvað svona eitt sem ég hef stundum séð að vanti og í samtölum mínum bara við ólíka hagsmunahópa að þá hefur það svolítið komið fram og ég meina ákveðin birtingmynd af því er bara hvernig samsetning bæjarstjórnar er og hvernig sækjum vinnuna. Okkur vantar einhvern vettvang fyrir fólk sem sækir, hvergeringa sem sækja vinnu annarkvort að halda þau vestur eftir á Hringtorginu eða austur eftir og þetta er sérstæða sem að Hveragerðisbær hefur að við sækjum vinnuna út fyrir bæjarmörkin og ekki síst vantar þá vettvang þar sem við getum komið svolítið saman og deilt hugvitinni, þekkingunni, sérhæfingunni sem við erum með á einum stað og ég hef alveg talað svolítið opið fyrir því sjálfur, ef ég bara má segja ykkur hvað sýn ég hef sem bæjarstjóri, er að í slíku umhverfi held ég að væri gott að reka ráðhús bæjarins líka. Vegna þess að starfsemi bæjarins verður alltaf að vera með púlsinn á atvinnulífinu, púlsinn á því sem er að gerast út á merkinni, þar sem að fólkið er í nýsköpun, fólkið er í verðmætasköpun og
og þetta þarf að fara saman. Þannig að ég hef alveg séð ákveðna framtíðarsýn í þessu. Fyrst og fremst þetta bara mikið og mikið, þetta mikið þurfamál hér og það gott að geta hafið þessa vegferð svolítið í MAM-nefndinni, haldið síðan áfram vinnunni áfram þangað til að, og það, ég get alveg upplýst bæjarstjórnina að hér hafa verið teknir fundir með áhugasömum aðilum sem vilja koma slíkri uppbyggingu, þó svo það sé alltaf á einhverjum byrjunarreit og þá það vísir að einhverju að það alltaf áhugi fyrir slíkri uppbyggingu. Mér langar líka að koma inn á það að sumarhátíðarnar okkar, gott að þessi upplýstum það eru bara í mjög góðum farvegi. Ég nefni 17. júní sem nú handan hálsins og komin mynd á, dagskráin komin á netið og bara býsna myndarleg. En það held ég að þessi fá samfélög sem að taka 17. júní jafn hátíðlega og Hveragerðisbær og það þykir mér mjög vænt og svo náttúrulega bæjarhátíðin okkar í fullri mótum sem að verður í ágúst. Það var líka kynnt þessi stafræna stefna sem við erum að halda áfram með og verður algjör grundvallandi þáttur í svona þjónustustefnu bæjarins. Þetta bara mál sem að mér þykir svolítið vænt að við erum að passa það að við verðum ekki eftirbátar þeirrar kröfu sem að bæjarbúar hafa á okkur. Við erum einfaldlega með kynslóðir sem eru að koma upp sem að hafa kannski ekki mikinn áhuga á hringibæinn, hafa ekki áhuga á að koma í móttökun okkar, en vilja einfaldlega eiga gæða þjónustu, aðgengilega þjónustu og geta tengt sínum málum eftir þeim leiðum sem þau þekkja best, sem eru stafrænar leiðir. Þannig að það að bærinn sé að taka svona skref, staðið fyrir að þurfa að hugsa eftir 2 ár, 3 ár, 4 ár, að hefur verður jafnvel þjónustufall hjá ákveðnum bara hluta íbúa sem að bara gera aðra kröfur. Mér finnst það ofsalega gott merki. Það þýðir að við erum einfaldlega með puttur á púlsinum. Þannig að það var til kynningar. Svo bara erum við strax farin að vinna eftir ekki bara ábendingum, heldur bara ákveðnum kröfum sem að MAM-nefndin setti á okkur það að það vantaði úrbætur og uppfærslu á kerfið okkar upp í dal. Hluta því náttúrulega gjaldskráin sem við erum búin að samþykkja. Hluta því líka að skoða hvaða þjónustu aðilar eru jafnvel betur til þess fallir að halda utan um þetta. Og svo það kannski bara það sem þau kemur inn á og kemur fram í þessari bókun allra nefndarinnar. Það bara að marka okkur síðan kannski sameiginlega stefnu til framtíðar hvernig við erum best að haga þessu. Þannig að góður fundur, gott að fara í gegnum þetta svo kannski síðast en ekki síst og mér langar að minnast á þetta og ég ætla að gera það núna reglulega þangað til að afmælisárið byrjar. Það afmælisárið sjálft. Við erum búin að hittast nokkrum sinnum afmælisnefndin og nú mjög mikilvægt að fara að klukka fastanefndirnar reglulega með þeirra þáttöku inn í þetta og allra félagahópa sem eru hér í Hveragerði og rækta garðinn okkar. Þannig að úr verði alveg einstakt afmælisár sem verður okkur bæði til sóma og prýði. Þannig að bara aðeins að rúlla í gegnum þetta og svo það endurskoðun og stefnu Hveragerðisbæjar sem á 2 ára endurskoðun núna og ég held þessi bara frábært tækifæri að halda áfram með þessa mjög svo öflugu stefnu. Þannig að bara það bjart framundan og þessi MAM-nefnd eru góð vísbending það. Takk fyrir þetta Pétur. Norðvík og svo. Forseti, já, mér langar að bregðast við þessu varðandi stafrænu stefnuna. Mér finnst svo ótrúlega ánægjulegt að sjá að þessi mál eru komin á dagskrá hjá okkur. Við erum komin stafræn leiðtoga. Ég hef verið svo heppin að fengja að starfa með stafrænu ráði hjá sambandinu. Hef verið þar formaður áður en ég fór í leyfið mitt. Gott að vera komin aftur, en það liggja svo mikil tækifæri í þessum málaflokki. Fyrst hægt að bæta þjónustuna fyrir íbúann. Það hægt að einfalda verkferla og létta álag á starfsfólki og við getum stýrt fjármagni betur í réttar áttir, látið fjármagni vinna betur fyrir okkur með að einfalda hlutina og koma okkur meira til nútímans. Ég held að við séum ennþá að vinna okkur svolítið þar og auðvitað stefnum við alltaf inn í framtíðina og mér finnst bara frábært. Ég veit að fór greiningavinnastað og virkilega ánægjulegt að við séum komið starfsmann í þetta verkefni og ég sé ekki betur en að það fari vel af stað og hlakka til að sjá hvernig það heldur áfram. Takk. Takk fyrir því að það var lust.
ekki verið þessi hljóðs, þá fundurinn til staðfestingar til staðfesta fundargerð geðmerki. Það er gist samtíða. Þá liður 8 fundleggja skipulags- og umhverfisnefndar frá 3. júní 2025 og það starfa aðgreiðlega sérstaklega 13. Við byrjum á lið 1. Byrjum á lið 1. Það er skipulagslýsing fyrir aðalskipulagsbreytingu á AT3 og nýtt deiliskipulag í landi Fagráðs og Reykjavík sem ræður sérstaklega. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að auglýsa skipulagslýsingu samkvæmt 3. málsgrein 4. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Þegar búið er að laga eftirfarandi atriði, laga þarf út mörk skipulagssvæðisins utan AT3 eftir það skilgreint í gildandi aðalskipulagi og gera það ráð fyrir aksturstengingu frá íbúðarsvæði að aðalgeti svæði sem núna er tjaldsvæði. Orðalaust. Gjössi hljóðs, svo betið þetta til samþar með samþykkja merki. Það samþykkt samhljóða. Lið 2 er deiliskipulagsbreyting á grundarsvæðis vegna Hverahlíðar, uppskipting lóða, það er aðgreitt sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir óverulega deiliskipulagsbreytingu í samræmi við 2. málsgrein 2003 gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem breytingin víkur hvorki frá notkun, nýtingarhlutfalli eða útliti í formi svæðisins en áðurlaust. Engin þessi hljóðs að berja til samþykktar til samþykkja merki, samþykkt samhljóða. Liður 3. Reglur girðingar, skjólveiki og smávísi sem er aðgreitt sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að draga úr reglum girðingar, skjól og garðveiki verði kynntar. Samþykkir að drögareglum girðingar, skjól og garðveiki verði kynntar fyrir bæjarbúum. Tekið verði við ábendingum og unnið úr þeim áður en reglurnar verða bornar upp til samþykktar. Áðurlaust. Forseti, þetta er komið aftur mál sem ég hef persónulega svolítið áhuga fyrir. Skrítið með í hljóma. Og það kannski kemur til vegna þess að þetta vorið það var sagt sig í sambandi við íbúar í gegnum bara okkar félagsstarf, oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, með áhyggjur af svona ákveðinni óráðsíu í þessum málaflokki. Þess vegna ég svona fagna því að það sé verið að taka þetta regluverk í gegn og það sé verið að skýra ákveðna hluti. Það er algjört lykilatriði að þessir verklagsreglur í þessu séu kynntar vel og í rauninni kynntar vel á hverju vori, þannig að það er tíminn þar sem að fólk fer í að reisa girðingar og stúra og fleira. Og svo ekki síst vantar okkur einhvern virkt eftirlit og eftirfylgni með þeim framkvæmdum sem eru í gangi. Og það þarf ekki annað hafa þessar reglur með sér og taka einn hring hér bæinn til þess að sjá að það er ekki verið að fara eftir þessum reglum. Og ég get ekki séð að það sé verið að gera neitt í því. Og það hættan við þetta er að svona ákveðin tilhneiging íbúa er að þetta verður svona smitandi sko. Ef að nágranninn reisir girðingu í of mikilli hæð þá kannski þykir það bara flott og þá allt er komin hálfgerð virki hér og þar sem að ramma inn lóðir sem að standast bara engan veginn byggingarreglugerðir í þessu. Og eins bara með þessa skúra eða garðhýsi eða hvað við köllum þetta. Það er til dæmis kveðið á í þessum reglum og þær sé í baklóðum. Þær eru ekkert í baklóðum alls staðar í Hveragerði. Gámar er annað mál sem að mér skilst þurfi stöðleyfi fyrir til þess að megi vera á lóðum fólks og þeir þurfa að vera ákveðið langt frá lóðarmörkum og bara ákveðna reglur sem að gilda þetta. Og reglurnar eru, það mér sýnist, nokkuð skýrar og við erum að ramma þær jafnvel betur inn í þetta. En eftirlitið þarf að vera virkt og eftirlitið þarf að vera með þeim hætti að það stígi inn í málin sko áður þau verða kannski risastórt fjárhagslegt tjón fyrir fólk. Því oft er þetta kannski bara lifir fólk bara í góðri trúum að eitthvað sé í lagi sem er bara alls ekki í lagi. Sem að fyrir ekki kannski sín, skapar kannski hættu þegar það er keyrt út úr innkeyslum fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur.
Þannig að heilt yfir hérna, já þið heyri kannski, þetta hefur bara legið svolítið á mér undanfarið. Takk fyrir þetta sem allt. Ég reikna að við erum líflegur í kringum þetta og ábyrgðir að fá íbúðum með eitthvað fyrir í gang. Norðurlaust. Ekki fleiri þessi ljóð, þá fer þetta út til samþykktar. Samþykkt merki, það er samþykkt samhljóða. Það er liður 4 skógrækt sem það er ákveðið sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn felur skipulagsfulltrúa og garðyrkjuskóla Hveragerðisbæjar að vinna málið áfram í samvinnu við Skógræktarfélag Birgis. Forseti. Þannig að hér er einstaklega skemmtilegt mál á dagskrá hjá skipulags- og umhverfisnefnd og það er afmælisár hjá Skógræktarfélagi Hveragerðis, þannig að þetta var svona, fannst við hæfi að setja þetta mál á dagskrá og skoða þetta vel og með stækkandi byggð upp í Kambalandi að þá var umræðan á þá leið að horfa til þess að í rauninni stækka skóginn meðfram hamrinum og við eigum gríðarlega fallegt bæjarstæði og við séum svolítið að ramma byggðina inn og svo líka við nýja Gerðugarðsvöllinn og íþróttasvæðið upp í dal að halda áfram og gróðursetja með markvissum hætti í samstarfi við Skógræktarfélagið. Þannig að ég fagna þessu og mjög skemmtilegt verkefni sem ég hlakka til að sjá framvindu máls. Takk. Já, forseti, ég veit nú ekki hvort þetta er vanhæfur undir þessu máli þegar ég er í stjórn Skógræktarfélagsins en ég legg bara vaða á þetta og ég til þetta sé bara flott verkefni og Skógræktarfélagið takir nú bara vel í þetta. Það er nú þannig að morgun á laugardagsmorgun þá er körfuknattleiksdeild Hamars að fara í útplöntun á einhverjum 7.000 trjám upp í dal. Þannig að þetta er líka fjáröflunarverkefni sem er í gangi hérna í samstarfi við deildir Hamars og ég held að blagdeildin sé líka að fara í ákveðna fjáröflun með Skógræktarfélaginu líka síðar í sumar. Þannig að það er útplöntun að fara af stað núna upp í dal og það hefur auðvitað verið plantað mjög mikið upp í dal, sérstaklega á þeirra skógræktarsvæði en mér finnst það ekki líka að horfa á sólborgarsvæði hérna fyrir neðan þjóðveg sem er nú að verða komið svolítið sjálfsprottið að fara rækt upp það því að við þekkjum það alveg þegar við keyrum hérna innan á bæ og aðeins nær þjóðveginum hvað veðrið í rauninni breytist vindurinn og þetta þegar við erum hérna inn í bænum. Þannig að þetta er bara flott undir þetta. Takk fyrir Norðurlaust. Ekki þessi ljóð, svo fer þetta liður til samþykktar, sem samþykki ummerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 8, 9, 10, 11, 12, 13 sem takk í einu bretti. Það er lóðablar við borgarfjörðin 1, borgarfjörðin 2, borgarfjörðin 3, borgarfjörðin 4, borgarfjörðin 5, borgarfjörðin 6. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki fram með merkjalýsingu með tímlendi lóðablar en Norðurlaust. Engin þessi ljóð, það ætla að bera allar þessar 6 tillögur í einu upp í samanstæðar, þessi samþykki ummerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er fundargerðin öðru leið til umræðu. Engin þessi ljóð, þeir fundargerðin upp í staðstíkjara sem staðstíkja ummerki. Þá förum við í lið 9, það er fundargerð samráðshóp málefni fatlaðs fólks frá 4. júní 2025 á Laugarlaust. Já, forseti, það er tekið umræðum þessa nefnd svolítið oft hvernig hún starfar. Ég held að þetta sé í fyrsta skipti á mínum ferli bæjarfulltrúi sé að nefnd sé að taka fyrir hverjir skipaðir fulltrúi og varamenn í nefndum. Því að það eru auðvitað bæjarstjórnar að ákveða það. Ég veit ekki að það er mjög óeðlilegt að þau séu að ræða þarna þessa skiptingu. Það var auðvitað að taka það fyrir hérna á eftir frekar. Og svo er það eins með að nefndin er að fjalla það sem þau hafa áður fjallað En það er líka svolítið svona sérstakt að vera alltaf með það sem sérstakann dagskrálið. En það er núna. Svo langar mig að benda á það að nefndin hefur ákveðið fjármagn á hverju ári til þess að halda fundi og að samkvæmt því sem ég sé hérna í rekstraryfirliti þá eru þeir búnir, þessi nefnd búin þá með sitt fjármagn. Þannig að í rauninni ættu þau ekki að geta haldið fleiri nefndafundi á þessu ári en samt eru það að gera ráð fyrir
einhverjum skipulagi og hvernig næsta hausti er lítið út. Ég bara benda á þetta. Takk, þetta Friðrik. Fleiri? Forseti, það er bara koma hér enn einu sinni og fagna því að þessi samráðsflokkur sé til staðar. Mjög mikilvægt málefni og gott að notendur þjónustunnar hafi þetta tækifæri til þess að fjalla um ýmsu málefni, bæði á bænum og samfélaginu sjálfum. Mjög mikilvægt og þetta er auðvitað málaflokkur sem að hefur orðið undir oft á tíðum og hér erum við að lyfta honum upp og ég fagna því. Takk fyrir þetta Friðrik. Takk fyrir þetta, Friðrik. Og forseti, ég enn og aftur ætla ég kannski líka að fara að skýra okkar afstöðu betur í þessu. Við erum ekki á móti því að lyfta þessum málaflokki upp. Þetta er bara spurning um aðferðina sem er notuð í það. Og hér erum við að ræða fundargerð með 4 liðum á dagskrá. 3 af 4 liðum fjalla störf nefndar. Það er ekki verið að draga neitt nýtt inn að borðinu í þessari fundargerð. Og allt kostar þetta peninga og við höfum verið að benda á að þessum peningum væri kannski bara betur varið í öðruvísi samráð eftir þetta. En ekki að segja að málaflokkurinn skiptir ekki máli. Því að við fannst mjög verið að gefa það í skil. Takk fyrir þetta sem er samfélgjursur. Það er líka, það skiptir máli hvernig við nálgumst hlutina og þegar við heyrum peningum betur varið í aðra nefndir eða önnur störf, þar sem ræðir málefni fatlaðs fólks, þá ætla ég bara þarf maður aðeins að standa upp og mótmæla því. Þessi, líkt og Bæjarfélagið Njörður kemur inn á, þá er þetta málaflokkur sem við viljum lyfta upp og það er mjög mikilvægt að þessi hópur fái rödd innan stjórnsýslunnar hjá okkur og hvað við getum gert betur og hvernig getum við betur þjónustað þennan hóp hér innan Hveragerðisbæjar. Ég held við vitum það öll sem hér sitjum inni að þó að fundargerð segi eitt, það sem ritað er í fundargerð, þá er ýmislegt annað sem fer fram á fundum, þar sem að fólk er að diskutera á sletta og ræða máli. Þannig að má alveg benda á og koma með ábendingar og svoleiðis, en ég treysti þessum hóp til þess að fjalla þau mál sem þau telja brýn að hverju sinni og það er að gera ef að þið viljið koma með ábendingar og benda þeim á hvað þið myndu vilja að þau myndu ræða, hvað þjónustu varðar fyrir þessa þjónustu þegar. Þá er það að gera ef að þið hafið út á dagskrána að setja. Þannig að ég bara... Það er eitthvað með ábending? Já. Viltu ekki bara biðja orðið að þú vilt tala? Er það ekki? Þannig að bara fínt að koma með ábendingu og þið er alveg tekið til greina og ég viss það að nefndarmenn taki vel í það. En við þurfum að passa okkur að tala hér með virðingu fyrir þeim sem að starfa í þessari nefnd. Takk. Takk fyrir þetta. Það var slengt. Takk fyrir forseti. Mér finnst þess vert að hafa í huga að þegar við erum að fjalla málefni einstaklinga sem að njóta kannski aðeins svona erfiðari stöðu í samfélaginu heldur en aðrir, að við gætum að því og þá ekki bara við þennan hóp heldur bara alls það sem það á við. Sérstaklega þegar við erum að ræða hópa sem við viljum virkja betur, viljum efla til þess að fá betur þáttöku frá inn í þau málefni sem við erum að vinna með hérna hjá sveitarfélaginu, að við ræðum þau störf og það sem þau hafið fram að færa með þeim hætti að það sé uppbyggilegt og hvetjandi og að einstaklingar sem að ég get ímyndað mér sé að fara langt út fyrir sinn fæðingarramma með því að taka þátt í slíku starfi, að þeir upplifi það að umfjöllun þann vettvang sem þeir starfi á af hálfu þeirra sem að sinna hér æðstu störfum í rauninni fyrir sveitarfélagið séu sett fram með þeim hætti. Af því að annað er eiginlega bara ofboðslega sorglegt og leiðilegt að horfa upp á. Og það eru aðra leiðir tækar til þess að koma framfæri nytsamlegum ábendingum störf nefndarinnar heldur en að setja það fram með þessum hætti sem hefur verið gert hér í dag af hálfu fulltrúa D-lista, ef ég leyfi mér að segja, sem að eru
uppbyggilegri. Þannig að við langaði bara að koma þessu framfæri og annars aftur fagna því hvað fer fram gott starf á vegum þessari nefndar og bara spennt að heyra og sjá hvað kemur frá þeim í framtíðinni. Takk fyrir. Já, forseti, ég vísaði bara á hug að við sem tala hér vanvirðingu þetta ágæta fólk sem í þessari nefnd. Við erum einfaldlega að benda á það að þau eru í rauninni ekki að tala það sem þau ættu að vera að tala Þau ættu að vera að tala einmitt málefni sem að tilheyra þessari nefnd. Það það sem við erum að tala Ekki fleiri þá þessi fundur til staðfestingar, staðfesta fundargerð í verki, staðfesta samkomulag og þá liðið 10 fundargerð aðalskipulagsnefndar frá 11. febrúar 2025. Í hverju máls verið með til staðfestingar, til staðfesta verki, staðfest fundargerð aðalskipulagsnefndar frá 6. maí 2025 til umræðu. Orðið er laust. Ég ætla bara með leyfi forseta, bæjarstjórn, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Ég ætla bara aðeins að benda ykkur á að Glöggur myndi átta sig á því að þarna fundargerð frá 11. febrúar og síðan 7. maí. Það þannig að farið inn í bæjarráðið frá 15. maí og þá sem sagt fundargerð frá aðalskipulagsnefndinni þar inni 2. Þannig að það í rauninni og að tvístaðfesta fundargerðir sem að komið frá aðalskipulaginu en það væri miklu eðlilegra og áferðarfallara að það væru allar inni. En þetta í rauninni bara handvömm innan dyra sem ég tek bara ábyrgð á þegar ég var að setja saman dagskrá bæjarráðs og þá bara skóluðist þessar fundargerðir með þar inn. Þannig að ég bara vildi vekja athygli á því að það sem sagt eru þarna 2 fundargerðir sem að hefðu öll eðlilega að koma í eðlilegu. Takk fyrir. Njörður. Ég vil bara koma upp þessu lið og nefna íbúafundi sem var í síðustu viku þar sem að vinna nefndarinnar og þær tillögur sem að liggja á borðinu voru kynntar. Og það hægt að nálgast þessar kynningar núna inn á vef Bjargeyrisbæjar og hvetja alla bæjarbúa til að kíkja það og við erum svona aðeins verið að reyna að vekja athygli á þessu á mínu vettvangi á samfélagsmiðlum og ég vona að þið gerir það líka. Það er búin að vera mikil vinna og bæði hjá þeir sem sátu í nefndinni og líka hjá bæjarfulltrúum og ég er mjög ánægður með fyrst að bæjarfulltrúar hafi komið samstíga fram með hvernig vilja sjá Hveragerði þróast. Það er mjög gott að við séum sammála um það og mér fannst eftir kynninguna í síðustu viku að við værum komið með góða stefnu og gott plagg í hendurnar um hvernig við viljum sjá bæinn þróast en auðvitað mögum við ekki að breyta áður en þetta verður auglýst. Þessi tillaga verður auglýst. Svo ekki þá byrja að fullgera til staðfestingar, staðfesta fundargerð verðmerki og staðfest. Þá liður 12, samþykkt meðhöndlun úrgangs seinni umræða. Það eftir samþykkt meðhöndlun úrgangs í Birgisbæ lögð fram til síðar umræður. Það er lagt í bætt og samþykkt meðhöndlun úrgangs Birgisbæ og samþykkt með senda ráðherra til staðfestingar fyrir norðurhús. Engin þessar hljóm, svo bæri til samþykktar þess með samþykkja merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá liður 13, kosning forseta og varaforsta í bæjarstjórn samkvæmt 7. grein samþykktar stjórn og fundarstjórn Hveragerðisbæjar nr. 923/2023. Það er fyrst kosning forseta bæjarstjórnar og það er lagt til að Sandra Sigurðardóttir kjörin forseti bæjarstjórnar. Samþykkt í merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er kosning varaforsta bæjarstjórnar. Það er lagt til að Halldór Benjamín Hreinsson verði kjörinn varaforsti bæjarstjórnar, þeir sem samþykkt í merki. Það er samþykkt samhljóða. Já, það er bara óskriðið til hamingju saman og segir bæjarstjórnar og við erum að taka við pennanum.
Ekki benni. Það fengið penni. Mjög gott, takk. Kærar þakkir, forseti, frábærandi forseti, já. En þá er komið að 14. leiðkosning í bæjarráð samkvæmt 27. grein samþykkt stjórn fundarskap Hvergisbæjar nr. 9/2023. Og það er kosning 3 fulltrúa í bæjarráð og 3 til vara. Og það er tillaga að formaður bæjarráðs verði Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir verði varaformaður og Friðrik Sigurbjörnsson. Já, alla geta bjóða orðið laust, en það er bara á eftir. Já, þannig að já, orðið laust. Nei, ok. Þá legg ég þetta undir fundið til samþykktar, þessi gjöfmerki sem er samþykkt og það er samþykkt samhljóða. Kannski núna? Já. Ekki varamenn. Varamenn fyrst og svo geði ég það, já. Og þá er til að varamenn og það verði Halldór Benjamín Hreinsson, Hjörtur Sigurðsson og Alda Pálsdóttir og ég legg það undir fundið til samþykktar, þessi gjöfmerki sem er samþykkja og það er samþykkt. Já, gerð. Já, forseti. Já, mér langar bara að þakka Trausti fyrir það að vera kosin sem formaður bæjarráðs og ég hlakka til samstarfsins að nýju að koma aftur eftir leyfið og bara full tilefnin að komast á bæjarfulltrúavaktina. Bara takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Þá komum við að 15. leiðkosningi nefndir og ráð samkvæmt 48. grein samþykktar stjórn og fundarskap Hvergisbæjar nr. 923/2023. Og það er kosningi nefndir og ráð samkvæmt 48. grein eins og ég kom inn á áðan og þar ætla ég að lesa bara alla raunina. Er það ekki bara? Ég fæ bara að lesa upp alla raunina sem við leggjum til hér og svo gef ég orðið laust og svo greiðum við atkvæði það. Það er velferðar- og fræðslunefnd í stað Öldu Pálsdóttir, aðalmanns kemur Margrét Harpa Garðarsdóttir, aðalmaður og í stað Ninnu Sifjar Svavarsdóttir varamanns kemur Jóhann Ingi Guðmundsson sem varamaður. Í skólanefnd í stað Friðriks Sigurbjörnssonar aðalmanns kemur María Rún Þorsteinsdóttir aðalmaður og í stað Ninnu Sifjar Svavarsdóttir varamanns kemur Angelía Fjóla Vilhjálmsdóttir varamaður. Skipulags- og umhverfisnefnd í stað Snorra Þorvaldssonar varamanns kemur Atli Örn Egilsson varamaður og í öldungaráði í stað Öldu Pálsdóttir aðalmanns kemur Ásta Magnúsdóttir aðalmaður. Í stað Bjarna Kristinssonar varamanns kemur Birgir Bjarnason varamaður og svo í samráðshóp málefni fatlaðs fólks í stað Halldórs Benjamín Sveinssonar aðalmanns kemur Brynja Sif Sigurjónsdóttir aðalmaður og í stað Brynju Sifjar Sigurjónsdóttir varamanns kemur Halldór Benjamín Hreinsson varamaður. Og þá er það fulltrúar á ársfund SAS. Í stað Thelmu Rúnar Runnarsdóttir aðalmanns kemur Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir aðalmaður. Í stað Snorra Þorvaldssonar varamanns kemur Thelma Rún Runnarsdóttir varamaður. Fulltrúar á aðalfundi Bergasands BS í stað Thelmu Rúnar Runnarsdóttir aðalmanns kemur Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir aðalmaður og í stað Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir varamanns kemur Thelma Rún Runnarsdóttir varamaður. Það eru fulltrúar á aðalfundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands í stað Thelmu Rúnar Runnarsdóttir aðalmanns kemur Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir aðalmaður og í stað Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir varamanns kemur Thelma Rún Runnarsdóttir varamaður. Fulltrúar á aðalfundi Brunavarna Árnessýslu BS, þar eru aðalmenn Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir og Friðrik Sigurbjörnsson og varamenn þar eru Sandra Sigurdóttir, Atli Örn Egilsson og Alda Pálsdóttir. Fulltrúar á aðalfundi Tónlistarskóla Árnessinga BS, þar eru aðalmenn Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Halldór Benjamín Hreinsson og Friðrik Sigurbjörnsson og varamenn þar eru Sandra Sigurdóttir, Hanna Einarsdóttir og Alda Pálsdóttir. Orðið laust þessi lið og þessa upptalningu hér. Það er þessi engin ljós, þannig að, já. Bara velta fyrir mér aftur með Hönnu og alla verður þetta ekki að vera kjörnir fulltrúar eða hvernig voru samþykktirna eins og var nú einu sinni hér á myndinni. Það verður aðalega varamenn í bæjarstjórn. Jú, það er... Á þessu? Já, og ég er Á aðalfundi. Var það... Taka fundarhlé. Taka fundarhlé, já. Tökum fundarhlé klukkan 18:04.
Þá heldum við fundi áfram klukkan 18:08 og ég ætla að lesa hérna áfram, við erum í liði númer 15 og ég ætla að fá að lesa aftur upp fulltrúa á aðalfundi Brunavarna Árnessýslu BS. Þar eru aðalmenn Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Friðrik Sigurbjörnsson og varamenn þar eru Sandra Sigurdóttir, Halldór Benjamin Hreinsson og Alda Pálsdóttir. Það eru fulltrúar á aðalfundi Tónlistarskóla Árnesinga BS og þar eru aðalmenn Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Halldór Benjamin Hreinsson og Friðrik Sigurbjörnsson og varamenn eru Sandra Sigurdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir og Alda Pálsdóttir. Og þá legg ég þetta svona undir fundin til samþykktar, það er gjöfmerki sem samþykkja þessar tillögur og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það síðasti liðurinn á fundinum hjá okkur, þessum júnífundi, það eru sumarleyfi bæjarstjórnar. En ég legg fram svohljóðandi tillögu. Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkir að fella niður fundi bæjarstjórnar í júlí og ágúst vegna sumarleyfis bæjarstjórnar og felur bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála í samræmi við 5. málsgrein 8. grein og 4. málsgrein 33. greinar samþykktar stjórn og fundarstjórn Hveragerðisbæjar nr. 923/2023 með síðari breytingum. Var það list? Og það kveður sér engin hljóðs, þá legg ég þetta undir fundi til samþykktar, þetta sem samþykkja gjöfmerki og það er samþykkt samhljóða. Þá bara þakka ég kærlega fyrir veturinn og þennan vetur í bæjarstjórn og góða vinnu og gott samstarf hér og hlakka til að koma aftur til starfa hér í bæjarstjórn í september. Það er bara þannig. En þá slítum við fundi eða útsendingu öllu heldur og við lesum upp fundagerð.